Jæja Ólöf, þið eru konar í Dominos á næsta ári, glæsilegur sigur. Takk fyrir. Hvað þetta var nú engin smá úrslitakeppni? Þetta var svakaleg sería sko og ég er ótrúlega stolt af mínu stelpum. Það skiptir ekki máli hvernig þú byrjar tímabilið, skiptir ekki máli hvernig þú byrjar leikinn, skiptir ekki máli hvernig þú byrjar seríuna, það er hvernig þú enda það og það er það sem við vorum að fókusa á. Þið voru tvo leiki niður bara eftir tvo, það bjókust nú ekki margir við að þeim til að klára þetta? Nei, ég held að við vorum einu sem byggust við því og það er Hroki Njarðvíkur hjálpaði okkur mjög mikið í mótiveringu og við vorum bara búin að prenta út orðin þeirra og Björn Ali, ekki? Ég vil setja hér upp! Já, þannig að við vildum bara gefa þeim smá sneið af auðmýkt og sýna þeim, ég þekki það sjálf, ég hef unnið titla með Njarðvík og það var auðmýkt það sem leiddi okkur alla leið og ég held að það sé bara gott að læra þessar reynslu. Þið komið tilbaka í 2 leikjum. Var eitthvað að fara að vera og ó núna þegar Njarðvíkingar voru svona að síga á okkur? Nei, ég vissi allan tímann að vorum að fara að vinna þetta. Ég hefði alltaf trú á mínu stelpum í alveg fyrstu 3 leikjunum. Fyrsti leikur sem við spiluðum, þá voru aðal 5 fyrstu leikmennirnir mínir nýbúin að spila úrslitaleik í stúlknaflokk. Þannig ég náði ekki einu sinni alvöru æfingu fyrir leik, ég náði ekki alvöru undirbúning af því það voru undirbúið fyrir annan leik. Þannig að fyrsti leikurinn var svolítið svona, ég myndi ekki taka með og svo seinni leikurinn hefði getið fallið báðum megin. Ég meina 3-föld framlegging og að Njarðvík haldi að þetta hefði bara verið að vera að vanmeta okkur eitthvað. Við erum bara betra lið og við sýndum það í dag sko.